Já, sælverði, Ólafur Jónsson heiti ég. Óli Ufsi kallaður, ég togaraskipstjóri og fiskveiðifræðingur. Ég hef verið að benda ykkur á að kíkja þarna á fundinn hjá Viðreisn. Viðreisn frjálslyndir hægri menn sem eru að setja saman stjórnmálahreyfingu að mér skilst. En þeir voru með ágætan fund í gær sjávarútvegsmálin og eins og ég benti ykkur á þá kom þar erindreki LÍU sem heitir reyndar ekki lengur LÍU og orðin allt önnur samtök heldur en LÍU, sagði Jens Garðar okkur í gær. En það var mjög gott fyrir mig og fyrir mitt málefni að Jens Garðar skildi koma þarna og við skildum fá að heyra hans málflutning. Ég hef verið núna í 2 ár að tala markaðshlutdeildina sem við erum að tapa. Og eins og þið heyrðuð á máli Jens Garðars, þá þetta bara orðin miklu stærra og meira mál heldur en ég hafði einu sinni látið mér detta í hug. Og það sem verra og það sem miklu verra gamla LÍU eða kvótahafarnir eða hvað þeir vilja kalla sig, annarkvort svo vitlausir að þeir viti ekki hvað veldur þessu markaðserfiðleikum, eða þeir eru vísvitandi að reyna að ljúga sig frá þessu. Ég var á markaði nánast allan minn feril sem skipstjóri. Og mér gekk mjög vel. Sérstaklega þegar ég var með markaðssinnaðan mann að baki mér. Fyrstu 10 árin á togarunum Viði. Maður sem frekar tók fisk af netabátum heldur en að taka fiskinn úr sínu eigin skipi. Eða var of dýr fiskur fyrir hann. Hann tók ekki fiskinn af skipinu sínu. Skipið fekk að nota markaðarins. Því hann skildi markaðinn. Skip eða land sem ætlar að selja fisk. Takk nú vel eftir. Skip eða land sem ætlar að selja fisk verður alltaf að hafa mikið af góðum fiski. Mikið og góður fiskur fóru saman á íslensku togarunum. Stærstu sölurnar voru yfirleitt alltaf gerðar af mestu fiskimönnunum. Af því að áhafnir sem alltaf vinna við mikið af fiski læra að ganga vel fiskinn og skila góðum fiski. Þetta á líka við útflutninginn. Ég man þegar við brutumst inn á skreiðarmarkaðinn þegar við fiskuðum svo mikið af þorski að við höfðum fisk til að setja í skreið. Það tók okkur mörg ár að ná upp geiðum fyrir skreiðina og skreiðin mjög vandunnin vara og þá hún sé kannski ekki dýrasta varan, þá þetta gífurlega öflugur markaður og gefur mikið í aðra hönd. En hann líka kröfuharður markaður og núna vildi svo til að ég kynntist bæði mannesku sem höndlar fisk og mannesku sem kaupir skreið.
Og af hverju kaupið þið alltaf norska skreið, sagði ég. Þau sýndu mér það bara. Norsk skreið er hvítari, þurrari og lyktar minna heldur en íslensk skreið. Íslensk skreið er eiginlega bara hálf úldin við hliðin á norskri skreið. Af hverju er þá búið að missa saltfiskmarkaðina í Portúgal? Það er nákvæmlega sama. Það var svo miklu meiri gróði að því að selja hana litla fisk sem við máttum veiða að þeir fóru með hann á frystimarkaðan og ferskfiskmarkaðina. En bara fiskur sem var keyptur frosinn frá Grænlandi eða frá Noregi var notaður á saltfiskin á Íslandi. Gæðastjórnunin í kvótakerfinu á Íslandi að nota bara second hand fisk á markaði eins og Portúgal og Spán og Ítalíu Hann var að segja okkur þetta bara hérna í gær. Nýji LIU-prinsinn sem er nýliði í íslensku sjávarútvegi. Hann var að segja okkur þetta í gær. Það er búið að henda okkur út af þessum mörkum. Þeir viti ekki einu sinni sem við sjöum til. Hérna á árunum áður var íslenskur þorskur þekktur á Spáni. Var íslenskur þorskur þekktur í Portúgal. Hann er ekki til núna út af íslenska kvótakerfinu í 30 ár sem er svo hagkvæmt að við erum búin að tapa því verðmætasta sem við áttum. Og þetta eiga allir markaðsmenn eins og Benedikt Jóhannesson að vita. Það verðmætasta sem markaðsland hefur er markaðshlutdeildin. Kvótakerfið er búið að rústa markaðshlutdeild Íslands á okkar helstu mörkuðum. Meiri sé líka fyrir ferskfiskinn. Ímyndið ykkur það. Norðmenn eru búin að hirða af okkur markaðinn þar sem íslensku skipstjórarnir af gamla skólanum settu hvert markaðsmetið á fætur öðru. Nei, það er svo hagkvæmt íslenska kvótakerfið að núna verður íslensk útgerð sem ekki er ríkisrekin og hangir á jötu ríkisins að biðla til ríkisins að fá að setja upp sérstaka stofu til að selja fyrir sig fiskinn. Fyrir kvótakerfið seldu gæðin íslenska fiskinn. Endilega, gott fólk, fylgjumst með umræðunni og tökum þátt í umræðunni svo við verðum upplýst til þess að taka þátt í næstu kosningum og henda út öllum kvótalörfunum því að við eigum að taka upp sóknarmark með allan fisk á markað svo að hæfasta fólkið í vinnslu og sölu sjávarútvegsafurða taki við þessu. Þessi larvar vita ekkert hvað þeir eru að gera. Takk fyrir í dag.